Næstu til að spyrja Ólafur Þór Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, ég vil byrja á að þakka fyrir það frumkvæði sem sýnt með því að halda þennan fund og þakka fulltrúa Framsóknarflokksins fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Eins og mönnum við að lítið kunnugt að þá það að á stefnuskrá bæði þessar ríkisstjórnar og eins Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs að draga úr vegi verðtryggingar og afnema hana í áfengum. Mér langar að spyrja viðskiptaráðherra nokkura spurninga eftir sem tími vinnst til. Það í fyrsta lagi þegar og ef þetta verður gert, það að segja að við afnemum verðtrygginguna, á hve löngum tíma myndu afnám verðtryggingar hafa áhrif á í fyrsta lagi afkomu heimilana, í öðru lagi fyrirtækja og í þriðja lagi þá fjármálastofnana og íbúðalánasjóðs og loks ríkisins. Það að segja væru einhver tiltekin skref sem að ráðuneytið eða ráðherra myndi sjá í þessu, eða myndi þetta væri þetta gert fyrir allt hagkerfið þá tiltölulega lítil áhrif í raun vegna þess að það væri gert allstaðar í einu. Og þá í framhald af því hvort að ráðuneytið meti áhættuna sem að virðist vera að í skýrslunni af afnámi verðtryggingar meiri til skamstíma eða lengri tíma. Það að segja hvort að það væri. Nú, það annað sem ég hef mikið velt fyrir mér í þessu, það það hvort að það sé mögulegt að verðtryggingin sem slík sé letjandi fyrir hagkerfið í baráttunni við verðbólgu. Það að segja, hún leiðir rauninni til minni aga í kerfinu vegna þess að fjármálastofnanir og þeir sem að ráða fjármagni á markaði þurfi kannski ekki svo miklar áhyggjur að hafa þegar þeir láta út fjármuni eða þeir ákveða fjárfestingar vegna þess að þeir viti það að verðtryggingin muni hvað sem alltaf bjargað þeir tapi að minnsta kosti ekki miklu og það taki rauninni þann þáttinn, það að segja áhættunina af sveiflunni í hagkerfinu algjörlega út úr þeirra vangaveltum og geti þess svona leitt til ákveðins agaleysis. Og að lokum að þá kannski eitt atriði viðbót sem ég held að við höfum svolítið vanrætt að horfa á og það þetta með hvað vísitölunar eru seinar að svara breytingum í þjóðfélaginu og þannig hefur til að mynda í hagkerfi eins og okkar að neyslugrunnurinn hann að endurspegla kannski veruleika sem að var jafnvel misserum áður heldur en það sem við erum að standa í ákveðið í dag og þannig hafa til dæmis verð á hlutum sem enginn að kaupa í kreppu verulega áhrif á íþyngingu fjárhagsskuldbindinga í kreppu sem að ætti þó í sjálfu sér ekki gera það. Takk fyrir það, Ólafur Þór, gjörðu svo vel. Já, kannski varðandi afnám verðtryggingarinnar og hvaða áhrif það hefur á ýmsa hópa, lántakendur, lánveitendur, ríkið, íbúðalánasjóð og svo framvegis. Það fer auðvitað allt eftir hvernig að því yrði staðið. Ég vil nú samt að viðurkenna að ég sé ekki fyrir mér að það sé raunhæft að afnema verðtryggingu í einhverjum skilningi á þeim lánum sem að þegar hafa verið veitt. Það hins vegar miklu viðurhluta minna að vinna að því að lán sem veitt verða í framtíðinu verði ekki með verðtryggingu og það hefur þá auðvitað bara áhrif smám saman eftir því sem að óverðtryggð lán koma í stað þeirra verðtryggðu eftir því sem að þau verðtryggðu eru greidd upp og það hefði nú kannski ekkert mjög dramatísk áhrif á fjárhag eins né neins. Ef hins vegar væri gengið svo langt að breyta beinlínis skilmálum á lánum sem þegar hafa verið veitt að þá væri það miklu dramatískari aðgerð. Auðvitað þá kæmi þá í stað verðtryggingarinnar eitthvað annað, væntanlega einhverju breytilegi vextir. Ef að það væri gert þegar að verðlag er stöðugt þá hefði það kannski ekki mikil áhrif, en ef að það væri gert þegar að verðlag er óstöðugt og nafnvextir háir eða sveiflukendir að þá gæti það haft mjög alvarleg áhrif og væntanlega leitt til mikilla vandræða hjá lántakendum í næsta verðbólguskoti.
En það alveg rétt hjá þingmanninum að verðtryggingin, hún í einhverjum skilningi dregur úr aga vegna þess að hún dregur úr eða óþægindunum sem að verðbólgan veldur og það getur leitt til þess að menn ekki jafn agaðir í að til dæmis stjórna peningamálum eða almennt taka þær ákvarðanir sem að hafa áhrif á verðbólgu, þannig að það alveg réttmætt ábending eða gagnrýni á verðtrygginguna. Varðandi það hvort að vísitölur séu seinar að svara breytingum, að þá það alveg rétt. Það ekki séríslenskt fyrirbrigði að verðmælingar að það endurspegla alla jafna einhvern mat á neyslu í fortíðinni. Það að vísu reynt að uppfæra þetta svona tiltölulega skömmu millibili og það allt saman heyrir nú undir Hagstofuna. Þetta alveg þekkt vandamál að bæði fræðilega og hjá þeim sem að sýsla með það að reikna þessar vísitölur út frá degi til dags. Og það eru svona ýmsar aðferðir til þess að reyna að minnka vandan sem þetta veldur, en það aldrei hægt að ná fullkomlega utan það. Þannig að vísitölur, hvort sem það eru verðlagsvísitölur, aðra vísitölur, að þær eru aldrei 100% nákvæmar. Jafnvel þóttum að fara ekki út í það sem að eru þetta staðreynd að vísitölu fjölskyldan bara meðaltal fyrir fjölskyldu sem að allt öðruvísi heldur en vísitölu fjölskyldan kannski með neysluminnstur sem þannig að það borða mikið af einhverjum vörum eða kaupi mikið af einhverjum vörum sem að hafa lítið vægi í vísitölunni, að þá skynja þeir verðbreytingar allt öðruvísi heldur en þessi meðalfjölskylda. Og þetta bara þekktur galli eða þekkt viðfangsefni hjá þeim sem að fást við þessar vísitölumælingar og menn reyna að lágmarka vandan sem þetta veldur, en þeim mun aldrei ná fullkomlega að koma í veg fyrir hann. Næstur Ólafur Þór Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, ég vil þakka talsmann Neytenda og talsmannssamtaka heimilina fyrir sína framsögur. Mér langar að spyrja talsmann Neytenda, hann eins og komur runna fram hér áður í grundvallaratriðum ósammála á niðurstöðu skýrslunar og ég held að það hafi komið fram í máli margra nefndarmanna hér áðan að þeir hafa vissar efasemdir að minnstakosti, ef ekki þó ekki fastar orði kveðið. En mér langar að spyrja Gísla Tryggvason að því hvort að hann telji að afnám verðtryggingar, og þá ég fyrst og fremst að tala afnám þeirra skuldbindingar sem að settar eru inn í framtíðina, þó við töluðum ekki með afnám aftur á bak, hvort að hún myndi hafa meiri og hraðari áhrif á neytendur heldur en til að mynda svo aðgerð sem að hægt að gera tiltölulega hratt og auðvelt að gera tiltölulega hratt, það að segja að minnka seigjuna í neysluvísitölum. Það að segja að það séu uppfærðar miklu hraðar heldur en gert núna. Við vitum það að með því að, eins og ég kom inn á í máli mínu áðan, með því að vera í sífellu að setja inn í vísitölu dagsins í dag hluti sem að við vorum að neyta fyrir 1, 2 og 3 árum síðan, að þá erum við í rauninni að falsa raunveruleikann. Takk fyrir það, Gísli, gjörðu svo vel. Já, ég reyndi að koma inn á það í stuttri framsögu minni að það væru margir gallar sem að ég hef stuðst við rannsóknir á eða greina skrifum að það eru margir gallar líka á útreikninginu sjálfu. Ég vil þó maður viðurkenni einhverjir réttmæti verðtryggingar. Það í fyrsta lagi útreikningurinn þannig að sumir haldaði fram að það geti ekki lækkað lánin út frá bara innbyggðu samkennisáhrifum þeirra vara sem að koma inn í verðtryggingu, og það getur henni ekki lækkað eins og þingmaður kom hér inn á áðan. Nú í öðru lagi eru svokallar atvikshækkanir þeirrar gerðar að það er valda því að það er innbyggður galli í útreikningin, og svo þetta sem þú nefnir að vegna mikillar neyslubreitinga hraðar undanfarin 2 ár þá niðurstaðan örugglega röng núna, verri en venjulega. En ég kannski næ ekki að fara mikið yfir skýrsluna, en ég tek undir efasemdir hana vegna þess hver verkkaupin hvernig hann spyr og hver verksalinn líka, og ég get svo sem í lengra máli rökstutt gagnrýni á hana. Ólafur Þór, gjörðu svo vel. Já, ég langar að taka undir þær þakkir sem að hagsmunasamtökunum hafa verið færðar hér á fundinum.
verið að velta við afar mikilvægum steinum og vekja upp spurningar sem þarf að svara. Þegar mikið talað um þá ósanngirni sem að fylgir í rauninni þessum forsendubresti sem að verður ýmsir af ykkar talsmönnum hafa gert að þeim forsendubresti sem verður hér við hrunið og hvernig verðtryggingin komið þar að. Núna má gera ráð fyrir að þegar við förum í það breytingar að afnema verðtrygginguna að þá munu þær breytingar hafa áhrif á báða þætti jöfnunina, þar sé bæði heimili og fyrirtæki annars vegar og svo lánastofnanir hins vegar. Og mér langar að spyrja ykkur hvernig þið sjáu fyrir ykkur, hvernig hagsmunasamtökin sjá fyrir sér skiptingun á þeirri áhættu, það er að segja milli annars vegar lántaka og hins vegar fjármálastofnana og hvort að þið sjáu til að mynda einhverja beina aðkomu ríkisins að því verki, til dæmis með aukinni tekjuöflun því það er ljóst að það þarf með einhverjum, eða tekjutilfærslum, því að þarf með einhverjum hætti að koma fjármagn til að svara þessari breytingu, tala nú ekki um ef hún verður afturvirk. Gjörðu svo vel. Já, sko, eins og ég sagði áðan, við erum ekki með tæknilegar útfærslur og lausnir og öllum hlutum. Ég hefði til dæmis gjarnan viljað sjá það að þessi skýrsla hérna sem er svona til umræðu, hún hefði verið samin af Hagfræðistofnun Háskólans og hún hefði verið hérna spurð, þar hefði verið spurð slíkra spurninga. Mér finnst það mjög óeðlilegt að fjármálafyrirtæki sem hefur hagað því að viðhalda verðtryggingunni sé fengið til að semja svona skýrslu með fullri virðingu fyrir hérna faggetu þeirra starfsmanna sem það er inni. En þetta er bara efni sem er búið að vera að glíma við hérna í marga mánuði, hvernig sjáum við fyrir okkur þetta sé hægt. Við hefum ítrekað bent á alls konar leiðir, hvernig er hægt að leiðrétta hérna forsendubrest og vandinn stendur eiginlega þannig að Íbúðalánasjóður er sá aðili sem er erfiðast að ráða við og það þarf einhver úrræði fyrir hann. 3 mínútna svar eða 2 mínútna svar gefur ekki tilefni til að fara út í það hérna.